Nú ætlum við að halda áfram að skoða prósentur. Hér sjáum við dæmi. Það er 24% virðisaukaskattur á Íslandi á flestu nema matvælum. Og hér er úlpa sem kostaði 32.900 og það á að taka virðisaukaskattinn af. Sko alltaf tax-free, þetta hafið oft séð í auglýsingum. Þýðir þetta það að við finnum bara 24% og drögum það frá? Nei, því að hér var tekið eitthvað verð, bætt 24% ofan á verðið og þá fekk verslunareigandinn út 32.900. Þannig að við þurfum einhvern veginn að vinda ofan af því. Það sem hann gerði var að taka einhverja tölu sem við skulum bara kalla X. Hann margfaldiði hana 1,24, bætti 24% ofan á 100%, þannig að það bætist 24% við. Og hann fekk út 32.900. Hér er sinnum, við deilum 1,24, þetta er bara jöfnureikningur. Þannig það sem við gerum þegar við reiknum svona dæmi er að segja 32.900 deilt með 1,24 og þá fáum út verðið sem að við þurfum að borga útsölunni 20 og þetta punkt en ekki komu 532 krónur. Það er nefnilega þannig að þegar það er verið að taka svona virðisaukaskatt ofan af, þá er þetta ekki 24% afsláttur. Eins og margir halda og jafnvel hafa farið að rífast í verslunum yfir. Ef við viljum sjá nákvæmlega hvað þetta er mikill afsláttur, þá þurfum við að taka þetta af 100%. Þá segjum við bara 1 deilt með, af því að 1 er 100% í tugabroti, 1 deilt með 1,24 og þá fáum við út 0,8064 sem þýðir að við erum að borga tæplega 81% sem gefur okkur 19% afslátt. Því að það vantar 19% upp á við borgum 100%. Þannig að 24% virðisaukaskattur sleginn af þýðir í raun rétt 19% afslátt. Hérna er annars konar dæmi. Tímarit er að safna áskrifendum. Í febrúar voru þeir 386, apríl 491 og í mars og í apríl 782. Og þú að finna hvað þeim hafði fjölgað mikið. Þá byrjum við að skrifa þetta upp. 368, 491, 782. Við þurfum bara einfallega að finna út hvað hefur þeim fjölgað marga, til dæmis hér á milli. Og hér á milli hefur þeim fjölgað 123. Það er fjölgunin. Það er þá hlutinn í prósentureikningnum hjá okkur. Heildin er það sem það fjölgaði úr, sem er í þessu tilfelli, þessi tala. Þannig að við segjum 123 deilt með 368 sem gefur okkur tugabrotið 0,33 sem að er 33% hækkun. Hér er fjölgunin 291. Það er þá hlutinn. Heildin er það sem það fjölgaði úr, sem er þá í þessu tilfelli þessi tala, ekki þessi, heldur þessi hérna því að við erum að fjölga úr þessari tölu. 491, fáum út úr þessu tugabroti 0,59 svona það bil, sem gefur okkur 59% fjölgun. Síðan væri hægt að biðja ykkur að finna meðaltalsfjölgunina og spá fyrir næsta mánuð eða miða við kannski síðasta mánuð. Þá myndum við taka, ef við ættum að finna meðaltalið þá leggjum við saman þessar tvær tölur og deilum með 2. Ef við ættum að nota bara síðustu töluna þá tækjum við hana, bættum henni við 100%. Þá segum við 782 sinnum 1,59 og fengjum svarið. En við erum ekki beðin að gera það hér. En þá er þessu lokið.